Hvernig ná að opna peysu án þess að þurfa að sauma í saumavél. Ég hérna búin að gera smá bút og það sem ég geri að ég hef 4 bruggnarlykkjur í miðjunni. Geri 2, svo stroffið, klára stroffið og geri 2 bruggnar hérna megin. Nú ætla ég að snúa verkefninu við og þá lítur þetta svona út. Og við ætlum að hekla. Þið sjáið hér, við byrjum á því að festa gatnið hér með því að fara með nálina í gegn og hekla eina svona. Það sem við ætlum síðan að gera að við ætlum að fara inn í þessa og koma út hérna megin. Þannig að það líti út eins og svona lykkja hérna í miðjunni. Síðan heklum við og svo saman í gegn. Og þið sjáið og 2 saman í gegn og saman. Ég að klára hérna megin út enda og svo ætla ég að sýna ykkur hvað gerist. Nú ég komin hérna út enda og ég klára bara alveg niður. Og við ætlum að fara í þessa hérna líka lykkju sem svona eins og þakið, ef maður kalla svo. Og svo bara slítum við frá og drögum í gegn. Nú erum við búin hérna megin og þá þetta svona og þetta á að vera svona beint. Ef það kemur svona eins og bunga upp hérna þá þetta of laust og þá þarf að gera það aftur. Það þarf að liggja vel með. Við byrjum sem sagt hérna megin og endum hérna megin. Þá byrjum við hérna megin á sama stað og við enduðum síðast. Nú ég sem sagt búin að gera alveg eins hinum megin. Og það lítur þetta svona hérna út. Og þið sjáið að heklið alveg jafnt og prjónið. Og þannig á það að vera engin svona bunga, þá það laust. Og svo hérna miðjan og þá klippum við hér. Og þá verður þið búin að hekla fyrir.